Jæja vinir, við höldum áfram að fara yfir söfnuðina 7 og nú erum við komin að síðasta söfnuðinum. Við erum búin að skoða Efesus sem átti þá að hættu að ljósa stygga þeirra yrði færið úr stað þar sem þau hefðu missin fyrri kærleika og Smyrna sem þurftu að líða miklar ofsóknir, Pergamos sem gerði málamiðlanir með trú sína, Þýatýra, söfnuður hinna myrku miðalda, en þar var samt von í lok tímabilsins. Og Sardes sem taldi sig vera á lífi, en var í raun dauð, eins og segir þar, en samt voru leifar til staðar þar. Fíladelfía sem hafði opnar dyr tækifærana til að koma fagnaðarerindinu á framfæri. Og svo síðast höfum við Laodíkeu, og Laodíkea þýðir þjóð dómsins eða dómur fólksins. Og við höfum séð þegar við höfum skoðað þessa söfniði að það eru 4 atriði sem að Kristur flyttur söfniðunum. Hann færir þeim hrós eins og Efesus sem að fekk hrós fyrir þolgæði sitt í erfiðleikunum. Og svo gefur hann áminningu eins og Pergamos sem var ráðlagt að gera iðrun. Þínast gefur hann ráð eins og Þýatýru sem var ráðlagt að halda því sem þau hafa þar til Kristur kemur. Og svo lokum loforð eins og Sardes sem var lofað að sá sigrar, hann skal þá skrýðast hvítum klæðum. En hvað með Laodíkeu? Laodíkea hefur áminningu, ráð og loforð. En Laodíkea hefur ekkert hrós, ekki neitt hrós. Svo það athyglisvert, sérstaklega í ljósi þess að þetta boðskapur til safnaða Guðs. Þetta ekki boðskapur til þeirra sem hafna Guði. Þetta ekki boðskapur til alls heimsins. Þetta boðskapur til þeirra sem eru fylgjendur Guðs á síðustu tímum. Þetta boðskapur til okkar og það ekkert hrós, ekki neitt hrós. Og Guð þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Eins og Pétur sem var svo fullviss að hann myndi aldrei afneita Jesú. En Jesú hann vissi betur og hann segir áður en hani galar myndu 3 afneita mér. Pétur hann var fullur á sjálfum sér. Hann taldi sig hafa einhverja verðleika í sjálfum sér. En hann fékk að upplifa að hann var í rauninni alveg eins og sagt Laodíkeu, vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Og án Krists var hann ekki neitt. Nú, ég hef ekkert gert að því hingað til að vitna eina Eligi White, en ég ætla að gera það núna. Segir hérna í bók sem heitir Counsels for the Church, og blaðsíðu 338, og það segir, ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og var sýnt fram á að hann myndi stafa af hinum beina vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum hins sanna votts til Laodíkeu. Þetta mun hafa áhrif á hjarta viðtakandans og mun leiða hann til að upphefja staðalinn og úthella hinum beina sannleika. Og sumir munu ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það mun valda skjálfta meðal fólk Guðs. Ekki hefur að hálfu leyti verið hlustað á vitnisburð hins sanna vitnis. Nú að tala vitnisburðin hér til Laodíkeu. Hinn hátíðligi vitnisburður sem örlög kirkjunnar hvíla á, hann hefur verið lítt metinn, ef ekki að öllu leyti vanvirtur. Og þessi vitnisburður verður að virkja djúpa iðrun og allir sem taka við honum munu hlýða honum og verða hreinsaðir. Þannig að sjáðu hversu mikilvægt það er að við tökum við þessum boðskap sem Kristur hefur fyrir okkur. Að þegar við tökum við þessum boðskap, þá mun það valda skjálfta innan safnaðarins, segir hún. Sumir munu taka við þessu og tileinka sér hann, en aðrir munu algjörlega hafna hann. Þetta eru skilaboðin til okkar, fólks Guðs. Og þið munið eftir dæmisögunni meyjarnar 10. Hvað tákna meyjarnar 10? Það tákna fólk Guðs. Allar meyjarnar eru allt fólk Guðs, rétt fyrir endurkomu Krists. Og hversu margar af þeim voru sofandi? Þær voru allar sofandi. Og hvað gerir Guð til að vekja þær upp?
Hann gerir það sama og hann ítrekað hefur gert fyrir Ísrael. Og við sjáum hérna til dæmis í Jesaja. Jesaja hann hafði skilaboð til Ísraels þjóðarinnar í fyrsta kaflanum í Jesaja. Og það segir: Uxinn þekkir eiganda sinn og astin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, mitt fólk skilur ekki. Vei hinni syndugu þjóð, þeim líð sem misgjörðum hlaðin, afsprengi illræðis manna, spilltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottinn, smáðinn heilaga í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætli þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Hjartað allt sjúkt, segir hann. Guð gaf Jesaja þessi orð til að flytja Ísraelsmönnum. Svona voru þeir í augum Guðs. Voru þeir tilbúnir til að taka við þessum boðskap? Hvað gerðu þeir við Jesaja? Þeir söguðu hann í tvennt. En við erum ekki þannig, eða hvað? Og við skulum skoða hvaða boðskap Guð hafði fyrir okkur í dag. 3. kaflinn í Opinberunarbókinni, vers 14. Og engli safnaðarins í Laodíkeu. Nú það var Antíókus seinni eða annar sem lét reisa þessa borg og nefndi hana í höfuðið á konunni sinni sem hét Laodís. En það vildi svo til að konan hans eitraði fyrir honum síðar. Það var banamennið hans. En það segir okkur kannski svolítið Laodíkeu. Og orðið Laodíkea þýðir þjóð sem dæmd. Svo söfnuðurinn í Laodíkeu söfnuður á tíma dómsins og það söfnuður sem lifir rétt fyrir komu Krists. Hann sá síðasti að söfnuðurinn 7. Og takið nú eftir: Og engli safnaðarins í Laodíkeu skalt og rita, þetta sagði hann sem Amen. En að Guð að segja Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatira, Sardes, Fíladelfía, Laodíkea og síðan segir hann Amen. Að þegar engillinn segir Amen eftir Laodíkeu þýðir það þetta síðasti söfnuðurinn. Og það engin annar söfnuður sem tekur við af honum. Þar sem þetta síðasti söfnuðurinn áður en Kristur kemur aftur. Nú hann hálfvolgur og sofandi að hann mun vakna til lífsins. Við vitum að söfnuðurinn mun vakna þegar í lok 7. kafla í Opinberunarbókinni þá spurt þessara spurningar: Hver mun geta staðist? Hver mun geta staðist ef síðasti söfnuðurinn steinsofandi og hálfvolgur? Svarið við því að finna í næsta kafla 7, þar sem við lesum um 144.000 og hinn mikla múg sem skrýddur hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og Guð segir Amen vegna þess að þegar þessi síðasta tímabili lýkur, þá kemur Kristur aftur og fer með okkur heim. Og það mun verða fólk í Laodíkeu sem tilbúið að taka á móti honum. Og takið nú eftir hér að þetta segir hann sem Amen, votturinn trúi og sanni. Og hvað þýðir það? Að hann sé votturinn trúi og sanni. Við fáum innsýnin í það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla versjónum 8-10. Hvað votturinn trúi? Það segir, þú manst að það Filippus, hann kemur til Jésu og hann segir: Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Og Jésu sagði við hann: Ég hef verið með þér allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Og hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Þannig að Jesús að segja við Filippus: Ég votturinn trúi og sanni. Ef þú vilt vita hvernig faðurinn skoðaðu líf Jesú. Hann opnar augu blindra, snertir visna hönd og hún læknast. Og hvernig Guð? Guð þannig. Guð vill að þú lifir ríkulegu lífi. Og hann fyrirgefur konu sem gripin í hórdóm.
Hann rekur út illa anda. Hann Guð fyrirgefningar og almáttugur Guð. Þannig að þegar það segir votturinn trú og sanni, þá segir Jesús við Laodíkeu, Guð Faðirinn ber umhyggju fyrir þér. Hann miskunnsamur og kærleiksríkur og hann vill breyta lífið þínu. Faðirinn vill gefa þér líf og nýjan kraft inn í líf þitt. Það vitnisburður Jesú Föðurinn. Hvað segir hérna meira í textanum okkar, 14. versinu? Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nú sumir segja, þarna það. Jesús var fyrsta sköpunarverk Guðs. Var Jesús skapaður? Orðið sköpun þarna betur þýtt sem frum orsök eða upphaf. Þannig að við getum lesið textan Jesú, hann sé upphafsmaður sköpunar Guðs. Það skaparinn sem að tala til Laodíkeu. Hvernig vitum við það? Nú, við lesum í Kólussubréfinu 1. kafla 15-17, þar sem segir, hann ímynd hins ósýnlega Guðs, frumburður allrar sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnlega, hársæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Nú svo þetta annað vers sem að margir nota til að segja að Jesús sé sköpuð vera. En á sama hátt hér verið að tala að hann sé upphaf sköpunarinnar. Hér það Kristur sem skaparinn, og ef hann skapaði allt, eins og segir, allt á tilveru sína í honum, þá getur hann sjálfur ekki verið hluti af sköpuninni. En hann upphaf sköpunarinnar. Svo hver það sem talar til Laodíkeu? Hann Amen sem hefur síðasta boðskapinn fyrir söfnuð endatímans. Hann sanna vitni kærleika Guðs, miskunn hans, náð hans og gæsku, fyrirgefningu hans og kraft. Og hann skaparinn, sá sem skapaði himinn og jörð, og hann að segja við Laodíkeu, ég get endur skapað hjarta þitt, ég get skapað þig á ný. Og hvað sem þú ert að glíma við, segir Jesús, ég skaparinn þinn. Ég talaði og heimurinn var til, og blóm og tré urðu til, og ég myndaði Adam og leir jarðar og Evu úr rifi hans. Hann hinn alvaldi skapari. Og hann segir, komdu til mín og ég endur skapa hjarta þitt. Það boðskapurinn til Laodíkeu. Og við höldum áfram hér í versi 15, það sem segir, ég þekki verki þín, og hann ávarpar alla söfnuðina með þessum hætti. Ég þekki verki þín. Og svo segir að þú ert hvorki kaldur né heitur. En hvað átt við með heitur og kaldur? Laodíkea hafði heitar vasslindir ekki svo langt frá borginni. Og þeir veittu þessu vatnin í borgina, en þegar það kom þangað, var það ekki lengur heitt, heldur hálfvolt. Og það var vinsælt til baða og meðferðar en aldrei til drykkjar. Og það kaldhæðnislegt að borgin Laodíkea græddi háar fjárhæðir af fólki sem að leitaði lækninga við ýmsum kvillum í þessum baðlaugum. Svo hver merking myndlíkingarinnar kalt og volt og heitt vatn þegar hún notuð kristna kirkju? Nú augljóslega verið að vísa til andlegs ástand fólks, að þeir sem eru heitir væru þá brennandi í andanum og mjög virkir í sinni trú. Kalt táknaði þá fólk sem hafa ekki viljað taka ekki við fagnaröndunum. Og ef þetta raunin, þá myndi hálfvolgur þýða þá sem lýst hér í síðara Tímóteusarbréfi 3. kafla og 5. vers. Þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Nú eða í Hebreabréfinu 6, 4-6. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf og fengið hlutdeild í heilögum anda
og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þannig að bæði heitt og kalt er ásættanlegt því góðir drykkir geta samastafað að hvoru tveggja. Kristnir menn í Laodíkeu voru ríkir, sjálfsánægðir og töldu sig þarfnast einskis. Og það er að hindra þá frá því að þjóna Kristi til fulls. Nú ég skil að það sé betra að vera brennandi í andanum en að vera volgur. En hvers vegna er það að vera kaldur og vilja ekki taka við fagnaðarindinu betra en að vera volgur? Hugsanlega er það vegna þess að þeir sem eru alveg kaldir gætu enn opnað sig fyrir fagnaðarindinu í fremtíðinni. En með því að vera volgur gæti maður ekki leitað eftir því að vera og verið ranglega fullviss að vera hólpinn. Nú kirkjan í Laodíkeu skildi nákvæmlega hvað Jesús vísaði til, þau treystu á auðsinn sem merki velþóknun og voru ekki virkir í starfi. Nú það er merkilegt að gera sér grein fyrir því að aðeins þeir volgu eru ávítaðir hér, ekki þeir köldu, þeir eru ekkit ávítaðir. Aðeins þeir volgu er spýtt út úr munni Krists. Og sumir vilja benda á að þetta og segja að bæði heitt og kalt vatn sé gott. Annars vegar fyrir kaldan drykk eða heitan, en volgt vatn er gagnslaust. Og hvernig sem það er, að þá þurfum við samt sem áður að átta okkur á því að Kristur er ekki hér að hafna volgafólkinu, hann elskar það enn og agar. Og augljóslega hafði Jesús ekki hafnað þessu volgafólki, og hann elskaði það enn og agaði það eins og við mun sjá í 19. versi. Hann vil lækna þessa hálfvelgju. Nú ef hann hefði alveg gefist upp á þeim, væri hann ekkert að því. Nú höldum áfram í vers 17 og það segir: Ég er ríkur orðinn auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanverða nekta þinnar og smyrja með augu þín til þess að þú verður sjáandi. Nú skulum við saldra við hér. Laodíkea til forna, nú var á verslunarleiðinni frá Asíu til Evrópu. Og kaupmenn komu þar í gegnum Laodíkeu, hún var vel auðug borg. Það var stór bankamiðstöð með mikla framleiðslu, hagsmuni og mjög auðug. Reyndar árið 60 eftir Krist lagðist Laodíkea í rúst í jarðskjálfta. Og Rómverjar þeir komu þangað og segja: Við hjálpum þér að endurreisa borgina og við munum koma með pening frá Róm. En þeir svara: Nei takk, við eigum nóga peningum, við byggjum hana upp sjálf. Þannig að þeir eru stoltir og þeir eru hrokafullir. Við getum gert þetta sjálf, við getum gert þetta í eigin mætti. Og Jesús segir: Þú heldur að þú sért ríkur en þú þarft að kaupa með gull sem skýrt er í eldi og þú þarft hvít klæði til að skýla þér. Nú Laodíkea var með fata iðnað og þeir ræktuðu sauðfé sem hafði dýrmæta ull með mjög mjúka áferð og svört á litin. Þeir höfðu þennan gljáandi svarta feld sem þeir seldu og þeir voru vel þekktir fyrir þessa starfsemi. Og þar var líka mikilvægur læknaskóli staðsettur í musteri Karú og tengt þessum skóla var iðnaður til framleiðslu á sérstöku smyrsli sem kallast kolerium og gert úr steinefnum sem fundust á svæðinu. Og svo það sem Jesús er að segja við Laodíkeu er: Þú heldur að þú sért ríkur. Þú ert með þennan fata iðnað, en þú þarft gull, smyrsl og þú þarft nýja flík. Jesús segir til safnaðar loka tímans að með því að taka dæmi frá Laodíkeu, sjáðu það er þrennt sem að þú þarft, það er gull, klæði og smyrsl. Og hvað er gull samkvæmt Biblíunni?
Við þurfum ekkert að gíska á það, því að það segir hér í 1. Pétursbrefi, 1. kapla, vers 6 og 7, hvaða gull sem reynt í eldinum hér. Það segir, fagnið því þótt þér nú skammastund hafi orðið að hryggjast í margs konar raunum. Það til þess að trúa staðfesta yðar langt dýrmætara en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina gæti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krist. Svo hvað þetta gull sem Guð býður okkur að eignast? Það þessi trú. Og hvað trú? Trúin að treysta á Guð sem vin okkar og vita að hann mun aldrei bregðast okkur. Að vita að hann vil bara gott fyrir okkur. Og hvað þarf Laodíkea? Hún þarf dýpri reynslu og upplifun af trausti á Guði. Hún þarf persónlegt samband við Guð sem umbreytir lífinu og hún þarf dýpra bænalíf þar sem við þekkjum Guð. Það tilgangurinn með eldrauninni sem við töluðum hér. Að Guð leyfir okkur að ganga í gegnum margs konar raunir til þess að við eignumst þetta gull sem trúar staðfesta okkar. En hvað hann að segja meira hér í versunum 17 og 18? Það segir, ég ræð þér að þú kaupir að mig gullskýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þeim með. Ef þú manst þá talar Jesús oft brúðkaupsklæði og hann segir dæmisöguna brúðkaupsklæði. Að einn maður kemur inn og hann ekki með þessi brúðkaupsklæði og hann rekinn út úr veislunni. Og margoft í opinberunarbókinni talað hvít klæði. Hvað eru þessi hvítu klæði? Og sennilega opinberunarbókinni 19. kapli það einn besta skilgreiningin á þessum hvítu klæðum í Biblíunni. Að það brúðkaup í vændum og Jesús segir við okkur, ég skaparinn, ég vil klæða þig í klæði réttlætis míns. Sjáum hérna í opinberunarbókinni 19, 7 og 8, það sem segir, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina því að komið að brúðkaupi lamsins og brúður hans hefur búið sig. Þannig að þarna sameining fólks Guðs við Jesú Krist þegar hann kemur. Og það segir, henni var fengið skínandi og hreint lín til að skrýðast í. Og línið réttlætisverk heilara. Þannig að við komum til Jesú, við trúum, við treystum honum til hjálpræðis, hann drottinn okkar og frelsar okkar. Við erum endurlaust að náð fyrir trú, trúin virkar. En línið réttlætisverk heilara, segir hann. Hvernig getur það verið réttlætisverk þeirra? Við lifum réttlátu guðlegu lífi vegna þess að kraftur Krists kemur inn í líf okkar og hann breytir okkar. Vegna þess að Guð skaparinn sem skapar í okkur nýtt hjarta, endur gerir okkur, frelsari okkar og endurlausnari. Það því réttlætisverk heilara, en það Kristur sem kemur því til leiðar í okkur og þess vegna það hans verk en ekki okkar verk. Fagnaðar erindið, fagnaðar boðskapurinn, við erum tekin eins og við erum og við stöndum frammi fyrir Kristi eins og við höfum aldrei syndgað. Þannig það má alveg falla dómur því að við erum tilbúin. Gullið sem reynt í eldi trúin sem við öðlumst á Krist til að taka við fagnaðarindinu í gegnum raunir lífs okkar. Og hvítu klæðin réttlætið sem streymir út frá úr lífi okkar en réttlátu verk sem starfa af trú okkar. En hvað fleira segir hérna í textanum okkar? Að okkur þarnist, það smyrsl. Og hvað það? Hvernig sjón lýst í Biblíunni? Förum hérna í Efesusbréfið, 1. kapla 18 og 19 og sjáum hvað Biblían að segja sjón. Og það segir hérna, ég bið hann að upplýsa sálar sjóniðar svo að þið skiljið hver svo von sem hann hefur kallað oss til, hver ríkdómur hans dýrlegu arfleifðar sem hann ætlar oss meðal hinna heilugu og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum.
Þannig að þetta sjón skilnings. Heilagur andi, hann vil smyrja augu okkar svo að við skiljum djúpa hluti orð Guðs, svo að sýn okkar sé alltaf á eilíðina. Þannig að það gull og það hvít klæði og það þetta smyrsl. Trú sem grípur fyrirheitið hjálpræði og hvít klæði réttlátu verk, lífið sem við lifum í krafti Jesú Krist og smyrsl sem dýpkar skilning okkar og kemur frá heilagum anda þegar við tökum við orði hans. Og það segir, ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Hvað á hann við með því? Á hvern hátt teljum við okkur vera rík? Við erum rík í skilningi okkar á orði Guðs. Við erum mótmælenda trúar. Við getum rökstutt trú okkar út frá Biblíunni. Og við erum ekki bara mótmælenda trúar, við erum eina af þeim fáu sem ekki hafa gleypt við þessari lygi Satans ódauðleika sálarinnar. Og flest allir aðrir söfnir hafa gleypt við þessum lygum höggormsins úr aldigarðinum að sálinn sé ódauðleg og að við vissulega munum ekki deyja. Hvers vegna þurfti Kristur að deyja fyrir þig og gefa þér eilíft líf ef þú nú þegar hefur ódauðleika? Dó Kristur til einskis til að gefa þér það sem þú hefur nú þegar. Það rögleysa. Og við höfum hvíldardaginn. Og það ekki margir sem kalla sig kristna sem heiðra hvíldardag drottins. Þeir heiðra hvíldardag páfans í Róm. En við höfum í heiðri öll boðar Guðs. Boðorðin voru ekki negld á krossin. Það var skuldabréfið. Skuld okkar vegna brota okkar á lögmálinu sem hann negld á krossin. Og við höfum alla þessa dýrmætu þekkingu á orði Guðs og við erum rík að eigin mati. Er ég hólpinn vegna þess að ég hef þessa þekkingu á orði Guðs? Nei. Það veitir mér ekkert réttlæti og getur ekki á nokkurn hátt bjarga mér. Kirkjan okkar hefur meira ljós en kannski margar aðrar kirkjur í sögunni, en við erum hálfvolk, það segir hann sjálfur. Það segir okkur það hér í textanum. Ekki fer hann með rangt mál. Hvernig túlkum við það? Það alltaf, þetta á alltaf við einhvern annan en mig sjálfan. Sjáðu þennan, hann volgur þessi. Hverjir eru volgir? Eru það þeir sem standa sig ekki að boða boðskapinn? Eru þeir volgir? Sjáðu mig, ég svo duglegur að boða orðið. Ég hlýt að vera heitur, en ekki volgur. Eða aðrir sem að einblína á okkur einstök atriði, svo kannski mataræði. Þeir sem borða ekki rétt, þeir eru volgir. Er ég hólpinn fyrir mataræði? Nei. En svo það kannski einhverjir aðrir sem hafa einhvern allt annan skilning og kenningum Biblíunar. Ef þú hefðir þennan skilning eins og ég, þá værir þú heitur. Þú skilur ekki grundvallar atriði eins og réttlæti fyrir trú eða eðli Krists. Allir þessir volgu sem fara ekki eftir orði Guðs að heilum hug. Sem betur fyrir ég ekki einn af þeim. En textinn hann segir það ekkert. Hann segir að við erum öll volg. Alveg eins og meyjarnar 10, þær voru allar sofandi. Þannig að það ekki réttur skilningur á orði Guðs sem gerur okkur réttlát. Það þegar við tökum við því að við erum fátæk og blind og nakin. Það þá sama að lækningin getur átt sér stað. Það Kristur sem réttlæti okkar. Það lausnin á vandamæli okkar. Og við verðum að hætta að gera það vandamál einhvers annars. Ef við í þessari kirkju myndum fara að gera það okkar eigin vandamáli, að ég sjálfur hálfvolgur og fara að horfa á hvað ég sjálfur þarf að gera með það, þá kannski myndum mörg vandamál hverfa. Ef við hættum að horfa á náungan og meta hitastigið á honum, mæla hitastigið á öllum öðrum, en sjáum ekki okkar eigið ástand. Horfðu á sjálfan þig.
Sjáðu hversu volgur þú ert. Það er tilgangurinn með þessum skilaboðum. Guði hann var óglatt. Hann var óglatt að sjá hvernig við upphefjum okkar eigið réttlæti. Hann var óglatt og hann vil skirpa þér út. Það er það sem hann er að segja. Hann segir, mér langar að æla það. Langar að æla þér út. Svo það er bara eitt sem við getum verið vissum, að það er að við erum í undgunarverðu ástandi hvert og eitt okkar. Og sjáðu hvað Páll segir hér í Rómverjabréfinu 3, 10 og 12. Ekki neinn réttlátur, ekki neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir eru þau fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neinn sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Þetta er ekki bara við þá sem ekki trú á Guð, við erum öll svona. Og svo lesum við líka í kafla 7, vers 24. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama. Sumir vilja meina að þetta hafi verið Páll áður en hann snýrist til trúar. Nei, það var þegar hann hafði snúist til trúar sem hann áttaði sig á hvað hann var ömurlegur. Áður hélt hann að hann væri frábær. En þegar hann hafði starfað með Jesú Kristi, þá kom hann auga á sitt raunverulega ástand. Lögmálið hafði staðallinn okkar, við dæmumst af því, og okkur er sagt hvernig ástand okkar er og við ættum að fara að taka eftir því. Og í grundvallaratriðum erum við öll það sem við köllum heiðarlega blekkt. En hversu sorglegt er það að vera blekktur og koma ekki auga á það sjálfur? Ég sé að tími minn er runnin eða út, þannig að ég ætla að skipa hérna yfir þetta. Þið getur kannski fengið þetta hjá mér, hérna er Ellingi White að segja að söfnuðurinn í Laodíkeu er í raun og veru sjálfsblekktur. Og við horfum okkur til þetta annað og við teljum okkur vera svo flott og mælum okkur út frá náunganum. Hvað með frá sjónarhóli Guðs? Við erum öll hálfvolk frá sjónarhóli Guðs. Og voru ekki Adam og Eva í þessu sama ástandi? Voru þau ekki nakin og reyndu að hylja nekt sína? Þau leituðu ekki að réttlætis Kristis að hylja sig. Þau reyndu að hylja það sjálf. Og við erum að gera nákvæmlega sama og þau. Þau höfðu tapað öllu. Þau hefur verið blindið af höggvaramunum og þau voru nakin, svo þau reyndu að hylja sig í eigin mætti, þeirra eigin réttlæti. Og síðan gerðust þau ágærendur bræðrana. Konan sem þú gafst mér, hún er vandamálið, ekki ég. Höggormurinn, hann er vandamálið. En þau voru blind. Og þau höfðu þörf fyrir aukt smyrsl alveg svo Laodíkeu til að koma auga á sitt rétta ástand og aðeins Guð gat veitt þeim þetta í Kristi. Þannig að vandamál okkar er ekki nýtt vandamál. Það er vandamál sem var til staðar frá upphafi. Það er eðli mannsins og það er sorglegt. Það sorglega er að það eru fulltrúar Guðs sem eru í þessu ástandi. Og hvað ef við náum að snúa okkur frá öllu ranglæti, bjarga það mér? Ef ég er búin að gera hreint hjá mér og breyta hegðun minni, er ég hólpin vegna þess? Nei, ég er ekki hólpin fyrir mína góðu hegðun. Það er aðeins fyrir réttlæti Krists. Það er það sem við þurfum að skilja. Og Ellingi White segir hérna, ég vil nú endilega lesa þetta kvót frá Ellingi White hérna í Testimonies to the Church of blaðsíðu 456. Hvað er réttlæti fyrir trú? Það er verk Guðs að leggja dýrð mannsins í duftið og gera fyrir mannin það sem það er ekki í hans valdi að gera fyrir sjálfa sig. En þetta má aldrei snúast okkur sjálf, okkar réttlæti, það dugar aldrei. Og því næst sem við komum til Jesú, því skýrar sjáum við ljótleika okkar eigin syndar og því minna getum við upphafið okkur sjálf. En ég ætla að reyna að enda þetta hérna einhvers staðar. Ég hveti ykkur til að lesa sælubóðurinn sem er í meginatriðum bara það sami boðskapur.
Sælir eru fátækir í anda og svo framvegis. Og þessi boðskapur til Laodíkeu líkur svona, versunum 20-22. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Jesús segir, ég stend við dyrnar og það sem ég vil meir en allt annað með þér að borða í samfélagi við þig. Það samfélag. Og Jesús segir, ég stend við dyrnar og ég vil koma inn. Við hvernig hann að tala hér til fólk Guðs og síðustu tímum. Þannig að við þurfum að líta inn á við, líta á okkur sjálf og rannsaka hjörtu okkar. Hvers vegna ég að ásaka bræður mína? Hvers vegna ég að segja að þessi sé heitur eða hinn kaldur eða hálfvolgur? Í Sálmi 139, 23 og 24 segir, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Í Filippíbrefinu 3:3, við erum hinnir umskortnu, við sem dyrkum Guð í anda hans og miklumst að Kristi Jesú og treystum ekki ytri yfirburðum. Það megum við aldrei gera. Við megum aldrei treysta okkur sjálfum. Já, trúin á Krist og kærleikurinn, það markmiðið. Ég verð að hafa trú á réttlæti hans og ég verð að hafa kærleika. Og við þekkjum þetta allt og þetta ekkert nýtt, en við þurfum að tileinka okkur þetta. Hann fyrir utan og við þurfum að hleypa honum inn. Þannig boðskapurinn til Laodíkeu og það ætti að vera þrá okkur að eiga dýpra samband og traust til frelsar okkar og við þurfum þennan djúpa skilning á Guði og við þurfum að þrá þetta samfélag við hann í dag og sitja í daginn við brúðkaupskvöldverð Lambsins. Þannig vil ég enda þetta í dag og þetta hefur verið Guð til blessunar. Takk fyrir.